Þáttinn okkar í kvöld hóf hann Kristján Ingimarsson með laginu sínu Vor og hún Kristín Þóra Haraldsdóttir ætlar að ljúka honum fyrir okkur með, hvað, hátíð fyrir höndum? Hátíð fyrir hönd. Hátíð fyrir hönd. Verið hjartalega velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk fyrir. Þið eru heilmikið tónlistarfólk og komið víða við, veit ég. Já. Já. Verður ekki að samþykja það? Jú, við gerum það. Þið verðið að gera það. Þið verðið ekki að andmæla mér það. Nei, þess vegna eru komin hingað. Þess vegna akkurat. En byrjum við, þú ert nú alla jafna ekki einsömulsamt í þinni tónlistarsköpun. Nei, ég er yfirleitt með hljómsveitum eða söngvaskáldum eða í hópum. Þú ert fiðluleikari? Já. Víóluleikari. Víóluleikari? Já. Allt í lagi og svo stundum gríp ég fiðluna líka, bara hvort tveggja sko, en mitt aðalstarf er víóluleikari. Já, það er þitt instrument. En svo spila ég ýmislegt. En hljómsveitin sem þú ert í, þessi allavega svo sem er til umræðu nú, hún Mógil. Já. Þið eruð að fara á flakk? Já, við erum að fara í norðurförð. Við erum sem sagt búsett í Reykjavík og ætlum að koma og halda tónleika á Akureyri 27. Sunnudaginn 27. nóvember og svo ætlum við Mývatnssveit daginn áður, spila í Reykjavíkurkirkju 27. nóvember. Akkúrat. Báðir tónleikarnir klukkan 4. Og hvað er þetta sem þið eru að fara að flytja? Við ætlum að flytja tónlist af plötu sem heitir Aðventa og þetta er plata sem kom út 2019 sem er öll byggð og innblásin af skáldsögunni Aðventa eftir Gunnar Gunnarsson. Og þetta er svona ævintýraferð í tónum og texta. Heiða Árnadóttir söngkona hljómsveitarinnar, hún gerir alla texta og tónlistin. Hún yrkir þá sjálf? Já, hún yrkir sjálf. Já. Hún gerir texta við lög sem eru þá svona ferðalagið hans og upplifanir hans Benedikts og hundsinn hans Leo. Og síðan er hann Orrihuginn með okkur í þessu verkefni. Hann, sem sagt, á tónleikum, þá les hann valda kafla úr sögunni. Þannig að þetta verður svona algjör aðventu upplifun. Nú veit ég að það hafa mjög margir dálæti á þessari sögu og það er fastur liður í upphafi aðventu að lesa hana. Akkurat. Þannig að þetta hlýtur að vera ótrúlega gefandi og skemmtileg svona innsýn í þessa sögu sem að mörgum er svo hugleikin. Já, virkilega. Ég til dæmis hafði ekki lesað hana. Ég kynntist henni gegnum þetta verkefni og sem er mjög skemmtilegt og við náttúrulega bara höfum mjög gaman af því að búa til söguna í tónum og þetta eru hljóðfæralekarnir í hljómsveitinni komur öllum áttu líka mikið í jazzi og spuna og svona þannig að við erum að svona vefa ýmislegt í kringum söguna og stundum erum við að spila á meðan hann Orrihuginn er að lesa. Hann les svona annarkvort í þögn eða stundum bara lesa hann yfir það sem við erum að spila og svona. Og svo eru bara lög sem að Heiða syngur og við erum að spila með og já, mjög skemmtilegt. Já, dásamlegt. Til mikið slaka, þetta er svona hátíðlegt upphaf. Þú þekkir náttúrulega söguna aðventu? Já. Er þetta fastur liður hjá þér að lesa hana? Nei, ég get nú ekki sagt það sko, en ég hef lesið hana og þetta er eina af mínum uppáhalds íslensku sögum. Já, akkurat. Og Hefur þú orðið fyrir þessari upplifun hefur þú upplifað hana á þennan hátt með þeim? Nei, ég ekki ennþá, en kannski maður skellir sér á tónleika bara. Er það ekki bara? Já, það ef þau fara nú aðalega austur í Skriðuklaustur við tækifæri, þá ekkert langt verið. Þú komst bara áðan hreinlega frá Djúpavogi. Já, gerði í morgun. Já. Það er svona til marksum tíðafærið að þú valdir svo að spila Vor hér í upphafi þáttarins. Já, einmitt, þetta er ótrúlegt á þessum árstíma að skuli varla sjást snjór og þetta er bara sumarfæri og 5 til 10 stiga hiti. Þetta er með ólíkindum. En nú ert þú, ég var að skoða Facebook-síðuna hjá þér, maður hlerar alltaf. Þar sé ég þú ert mikill útlistarmaður, en fann ekkert þig með tónlistin, en þú ert mikilvirkur tónlistarmaður. Já, allir verður ekki að segja, ég sé bara tónlistarmaður svona í hlutastarfi, sko. Ég er búinn að vera í tónlist lengi og frá því ég var unglingur náttúrulega, eins og margir, og bæðis í hljómsveitum og sem trúbador. Já. Og svo gaf ég út plötu í fyrra og einmitt sem þetta lag er á, sem við heyrðum áðan.
og af því að ég var starfandi sem trúbador og kunna glamra á kassagítar, þá var leitað til mín og spurt hvort ég gæti ekki tekið að mér organistastarf Djúpavogskirkju. Já. Og ég hélt það nú, ég sá nú ekki neinn vandamál við það, skellt mér í það. Og þó að sé kannski svo litið öðruvísi að vera að spila drykkjus og eitthvað fyrir drukkið fólk á lögdags, eða fram á sunnudagsmorgun eða fara að spila hátíðlegar athafnir í kirkju á sunnudagsmorgni jafnvel líka. Ekki hrópað mikið neðan úr kirkjuskipi? Gætu fengið? Ég hef ekki lent í því ennþá allavega. Nei, ekki ennþá. Nei, hver veit, tímanni breytast. En þetta er mjög skemmtilegt og bara mikil áskorun og maður lærir mikið af þessu og þegar maður fær svona pæla í kirkjutónlist þá er þetta náttúrulega bara alveg sér heimur út af fyrir sig. Já, svo held ég sé nú bara hollt og gott að fá mann með þinn bakgrunn þarna inn líka. Já, að tósa okkur aðeins. Við erum með á Djúpavogi góðan prest og hann er mjög opinn fyrir því að hafa eitthvað svona léttmeti með og ég fæ alltaf að nýta mér fórspil og eftirspil í eitthvað bara sem að mér finnst skemmtilegt. Já, er það óskalagastund Kristjáns? Það er svolítið svoleiðis, til dæmis þegar er bleikur október þá tekur maður eitthvað með Pink til dæmis eða eitthvað svoleiðis. Í alvöru? Já. Ég er með verulega mjúkan blett fyrir Já. Ef ég ætti að velja mér tónlistarkonu eða mann til að fara tónleika með, þá var það hún. Hafið þið farið tónleika með henni? Nei, en ég held að það sé alveg magnað. Já, ég held að það sé samblanda tónleikum og sirkus, hún er gegn svo glæsileg. Já. En byrjum við, þú kemur frá Djúpavogi, svo ég hreinsi það nú upp, eins og ég ætlaði að finna þig á Spotify, sló inn nafnið þitt og þá fikk ég bara viðtölu við annan listamann á podcasti. Já, leikara, alnafna minn. Já, Kristján I er nafnið sem ég tók mér til að aðgreina þig. Aðgreina mig, já. Ég skráði sem slíkur á Spotify. Þannig að það sem þið notið ætlaði að fara að finna og ég mæli með því að ég geri það. En þú kemur frá Djúpavogi, þannig að þú ert nú ekki alveg í næsta nágrenni, þú býrð í Reykjavík, en þú ert hérna fyrir norðan núna vegna einhvers annars. Já, ég er að spila tónleika með Helga á hljóðfæraleikurnum. Akkurat, já. Eins og maður gerir. Eins og maður gerir, Þegar maður spilar á víólu. Já, þar spila ég á fiðluna. Þegar ég fór til þessu þá 97, þá var ég að spila á fiðlu og með þeim spila ég á fiðluna alltaf. Hvað erum að vera með þeim núna? Það er bara verið að endurvekja endanlega hamingju, sem var bara ekkert endanleg, hún er bara óendanleg. Það var plata sem kom út 98 og helgjólufleikarnir eru í svona bara allsherjar verkefni að koma allir í tónlistina á Spotify, þetta var allt tekið upp bara heima í stofu, þarna á þeim tíma sko, bara 16 rosa mixer og eitthvað og bara síðan er verið að bara Karolína Fönd safnanir hægri vinstri og að setja allt á vínil og Spotify, það er að koma vínilplata núna bara á næstu dögum held ég, og bara er að bíða eftir hennar utan. Já. Þannig að þið eru að fara að halda tónleika þá núna bara um helgina eða? Nei, þeir voru í gærkvöldi. Þeir voru í gærkvöldi? Ég skil, ok. Akkurat. En ég bara fylgst með og svona fjarlægða einmitt að ég veit aldrei dálítið að það hefur verið þegar að vera með startkarplan á að endurvekja allar þessar gömlu útgáfur. Já. Akkurat, þannig að þú ert bara, þú hoppar norður og kemur svo aftur eftir viku. Já, svo kemur ég aftur eftir viku. Til þess að renna þér í Mjósettin og nágrenni. Já, akkurat. Dásanlegt, þú stirðnar ekki þessa dagana. Nei, alls ekki. Er komin ferðahugur í ykkur mógiljara? Mógiljara, algjörlega, já. Við bara, við erum að fara að hittast aftur, þetta er bara orðin hefð hjá okkur, sko, að hittast fyrir aðvenduna og taka upp þráðin aftur og við erum búin að gera þetta núna hverju ári. Og þá veljið ykkur nýtt? Þá veljum við okkur nýjan stað að fara á, en erum alltaf líka í Reykjavík í Gunnarshúsi. Já, einmitt, akkurat. Já, svo ég kynni hljómsveitina, það eru sem sagt Heiða Árnadóttir er söngkona hljómsveitarinnar og með henni stofnaði hljómsveitina Joachim Badenhorst sem er belgi og er á plötunni. Hann er ekki með okkur alltaf á verkefnunum á Íslandi, hann kemst ekki alltaf til Íslands, hvenær sem er. En Eiríkur Orri Ólafsson er á trompet og Hilmar Jansson á gítar. Þannig að við erum 4 eða 5 svona eftir verkefnum og ástíð og svoleiðis. Aðeins lengra hingað frá Belgíu heldur en frá Djúpavogi en samt. Já, við erum mjög spennt að fara í ferðalag og ætluðum nefnilega auðvitað kom COVID yfir fyrir ýmislegt og svona það var búið að standa til lengi að koma hingað sko. Eins og gerist. Já. En sko tónlistin náttúrulega er þetta hvaðan kemur þessi þörf að varstu búin að safna lengi í skúffu með þessar plötur sem hann gefur út á síðasta ári?
Já, ég hef búin að safna býsna lengi, sko. Það er núna eftir 80s feelingur þarna, fann ég. Já, þetta svona úr öllum áttum svolítið og hún kannski berða svolítið með sér ef maður fara að pæla í þessu. Þetta svona svolítið úr öllum áttum, sko. Já. Og hann tók þetta upp Jón Ólafsson, sem í Nýdönsk. Þaulvanur. Og ég sendi honum bara bunka og hann valdi úr lög sem að hann hélt að myndi passa á þetta. Og það eru lög þar sem að ég átti alls ekki von á að myndi rata þetta inn og svo eru lög eftir sem að ég var alveg pottþéttur á að færa honum plötuna, sko. Þannig að svo, en það var bara gott að losna við þetta, sem sagt, í fast form. Kalikurinn var tekinn frá þig líka að velja. Einmitt. Af því þetta er búið að standa til lengi náttúrulega, þannig séð og þegar maður er laus við þetta þá hugsa maður, jæja, þá er þetta ekki eftir. Nei, nákvæmlega. En svo byrjar alltaf að hrynja í skúffuna eitthvað meira og meira, þannig að, já. Og þá er það bara, eins og ég segja, þá er það bara næsta vers og það er alveg eins við bara gerum. Þá er bara að byrja aftur. Nákvæmlega. Hjartans þakki fyrir komuna og takk fyrir spillerið og ég, eins og ég sagði í upphafi, þú opnaðir og Kristín, þú ætlar að ljúka þættinum fyrir okkur. Já, ég ætla að ljúka þættinum. Með hátíðinni? Já, með hátíðinni. Komum græs í hátíðarstemningu. Dásamlegt. Þannig að með víólu hönd þá ætlar hún Kristín að leiða okkur að lokum þessa þáttar. Ég þakka ykkur í samfélginni í kvöld. Verið þið góðu hvert annað helgina til þess erum við nú hérna og verið ævinlega blessuð.